Ég heiti Jónína og Leósdóttir og ég hef skrifað bækur, 22 stykki og fyrstu 13 bækurnar, þær voru bara mjög penar og prúðar. Svo fyrir 10 árum, þá kom kona að mála við mig, ekki beinlínis mennsk en mjög lifandi fyrir mér. Hún sagðist heita Edda, hún var 70 og nýhætt að vinna og hafði mikla löngun til þess að nota orkuna í eitthvað spennandi. Og við Edda urðum vinnufélagar. Hún sagði mér frá ýmsu sem að hún var að glíma við og kryddaði eflaust liðugt og urðu 5 bækur Eddu sem býr í blokk á Birkimönnum. Og núna er ég búin að vera í 3 ára hléi frá Eddu. Hún fékk að hvíla sig og var mjög ósátt við það, en ég ræð. En hún tældi mig aftur og aftur erum við út á glæpabrautinni í glænýri bók, 20. og önnur bóki mín, og hún heitir Voðaverk í Vesturbænum. Og voðaverkið er það að Edda kemur að í göngutúr með Finni vini sínum sem að lesendur kannast við. Hún kemur að húsi þar sem drengur hefur fundist stórslasaður og Edda kannast í kauða. Hann var svolítið svona pottormur, óþekktar angi hann í hverfinu, en hann er í lífshættu og þetta er mjög alvarlegt mál og að sjálfsögðu fer Edda að leysa málið. Forlagið.